Góðan daginn olíuvinir, ég er hérna inn á Djús og dropar kjarnaolíu síðunni minni. Ég heiti Lilja Oddsdóttir og ég ætla að vera hérna á þessum stað núna að tala um gjafaolíurnar frá Young Living í nóvember. Og ef þú veist ekkert um Young Living, þú getur hlustað, ef þú nennir ekki að hlusta á eitthvað um Young Living, þá getur þú bara hægt að hlusta. En fyrir ykkur sem eru að kaupa olíurnar og viljið kannski vita hverjar eru gjafaolíurnar í nóvember. En áður en ég byrja, þá er ég ætla bara að segja ykkur aðeins hérna frá því að ég er að borða pasta mitt. Ég er að borða einkornt pastað. Og ég ætla að tala um það, af því að þetta er einkornt pasta, einkornt pastaskrúfur. Ég ætla að tala um það af því að það sem ég er búin að, þetta er bara einkornt pasta með zucchini og lífrænu zucchini og paprikum sem ég keypti reyndar á bara afnæmisflokks zucchini og paprikur í græna hlekknum. Ég er bara svona hagsýn kona, ég kaup alltaf eitthvað svona, það er ódýrt af því það er ofta ekkert verri matur. Ok, en ég er búin að búa til svona ólífuolíu, þetta er ólífuolía með thyme kjarnaolíu, thyme plus kjarnaolíu sem er líka bætiefni. Og thyme er náttúrulega bara ótrúlega styrkjandi, góð fyrir ónæmiskerfið og svo er þetta bara að nota thyme kjarnaolíu í staðinn fyrir krydd og hún er bara mörgum sinnum sterkari þannig að maður þarf mjög lítið af henni. Þannig í þetta sem bara lítil krukka af ólífuolíu, eða bara hálf, sett ég bara 1 dropa af thyme. Og svo helli ég þessu yfir pasta mitt. Og ég er búin að hella smá, ég ætla bara að hella aðeins til að sýna ykkur. Og auðvitað getur maður haft bara meira af kjarnaolíu í ólífuolíunni eða minna eftir sem manni finnst. Þannig að mér finnst þetta bara fínt. Ég vil ekkert endilega hafa allt of mikið en það er samt mjög gott svona timjanbragð af matnum mínum. Ok, nú ætla ég að tala um olíurnar í frussandi matnum út mér. Ég tala um olíurnar í nóvember. Eða vörurnar sem eru í nóvember og það er með 120 PV sem fyrir þá sem eru í Essential Rewards, fyrir þá sem eru í mánaðarlega áskrift, eru munnskol, Thieves munnskol. Mikið af vörum með Thieves og Thieves er náttúrulega bara mjög fræg og öflug blanda, mjög sterk sem er hreinsandi og styrkir ónæmiskerfið. Og þetta er mjög kröftugt, en ég set bara smá munnskol í tappan og upp í munnin og hef það svolítið lengi í munninum og allt í lagi þá að fara pínlítið ofan í hálsinn og svo skóla ég það á endanum og stundum busta ég aðeins tennurnar aftur með munnskólinu. Það er gott að gera það en þetta munnskólinn inniheldur engin auka eiturefni, ekkert neitt, þetta er ekkert svona blátt. Munnskól helstu eiturefni sem við finnum inn á heimilinu er í bláa munnskólinu og græna þvottaleginu. Þannig við viljum það ekki, þetta eru bara plöntuefni sem maður má borða og Thieves kjarnaolía sem er sótthreinsuandi og sem mjög hreinsandi og styðjandi. Þannig að þetta er fyrir 120 PV og svo kemur 190 PV. Þá næst er Thieves hreingerningarlögurinn, handsápan, froðusápan, og Thieves kjarnaolía, 15 ml Thieves kjarnaolía. Thieves kjarnaolía bara er eitthvað sem að flestir nota bara mjög mikið, þetta er búið til chai, te, taka það þegar svona maður á ekki sinn besta dag eða vill verja sig, styrkja ónæmiskerfið, fá gott og svona heitt te, svolítið sterkt, það var svolítið hunang og kjarnaolíu, einhverja góða mjólk að eigin vali og það sem er svona gott til þetta, handsápuna, að það er hægt að kaupa áfyllingu. Kaupa áfyllingu til að fylla á þessa froðusápu. Og það er í raun og veru bara tappinn í henni sem að gera froðuna, annars er þetta bara fljótandi vökvi í svona ótrúlega fínum umbúðum. Og svo kemur 250 PV. Já, ég var ekki búin að finna olíuna. Það er Thieves uppþvottarlaugur. Meira Thieves og hann er náttúrulega bara líka mjög fínn, drjúgur
Og með honum kemur Mýra hárolíuna, ég glemdi að taka hana hérna fram, finna hana á heimilinu mínu. Og svo 350 pífi eru 2 roll-on, Thieves roll-on, og sem er sérstaklega gott að hafa Thieves í roll-onni af því að þá þarf maður ekki verið að setja hann á fingurna, heldur getur rúllað þessu undir fæturnar, aftan á hrygginn. Það sem að maður vill hérna hafa hana kannski alls ekki á viðkvæm svæði, ekki nálægt andlitinu, þannig að maður getur bara hérna gert það eftir þörfum hvar maður vill fá hana, og það er smá hérna kókosolía þá í Thieves rolloninu eins og öllum rollonum, að því að það bara svona smyrjast betur. Þannig að hún er aðeins svona minna ertandi, þannig að annars þarf maður að fara varlega með Thieves, hún getur verið heit og ertandi, nota alltaf bara ólífuolíu eða fitur til að minnka óþægindin ef að þau koma fram. Og Breathe Again er náttúrulega bara til að létta öndunina, ótrúlega gott að hafa í íþróttatöskunni, hafa með sér í töskunni ef maður hérna er með eitthvað smá í lungunum eða þarf að hreyfa sig mikið að fara í fjallgöngu, ótrúlega gott að nota Breathe Again, hérna bara til að dýpka andardráttinn, opna þess lungun, draga andan betur. Þannig að það er ekki meira núna promo-olíurnar í nóvember.